Já, ég býð ykkur velkomin til þessa þriðja fundar hér í Katrínartúni á Biskupsstofu sem að við efnum til núna þessa dagana, þessar vikurnar fram að auka kirkjuþingi sem væntanlega, ef ekkert kemur upp á, verður haldið núna í kringum 20. mars. En þar einmitt lögð fram tillaga stefnumótun fyrir þjóðkirkjuna. Og tilefni af þessu öllu saman náttúrulega það að við erum komin inn í nýja öld, það mjög margt að breytast, það svo mikið sem að gerast í heiminum, það svo mikið sem að gerast í íslensku samfélagi. Nú bara tíðindi dagsins í dag, tíðindi gærdagsins, þau kalla fram óvissu, við lifum á miklum óvissu tímum. Hvernig ætlum við sem samfélag kristinna manna, kirkjan, þjóðkirkjan, að bregðast við og hvað ætlum við að leggja áherslu á inn í þessa óræðu framtíð sem að mörgum finnst vera dálítið ógnandi. Nú, við erum búin að fá hingað í dag Auði Pálsdóttur, hún lektor í menntavísindasviði en hefur mjög virk í leikmannastarfi innan kirkjunnar, þar segir K5K. Og hún ætlar núna þessu sinni að svona kannski aðeins lýsa sinni sín í ekki mjög löngu máli og ég vona að þetta ekki mjög langorð auður mín en síðan ætlum við að hafa hér spjall og á eftir spurningar og spjall og þið sem að heima sitjið en horfið á þetta kannski á streyminu þið vonandi njótið þessa vonandi þetta bara hvatning fyrir okkur öll til þess að hugsa fram á við og hvernig við bregðumst við. Auður, gjörðu svo vel. Komið sæl, þið sem eru hér og þið sem eru þarna úti. Eins og sönnum kennara ber, þá ég ekki með glærur. En ég nú kannski ekki sem fræðimaður í menntavísindum. Eða ég valdi það. Skiljiði. Ég búin að setja stóra hluta minni sjálfboðaliða ævi í æskulistarf í kristilegu starfi K5K á Íslandi og ég hugsaði þegar að Halldór hafði samband við mig og var að tala hvernig sérðu kirkjuna þína eftir 15-20 ár. Svo las ég aðeins reyndar meir það í morgun samhengi fundarins að því að en ég fór að hugsa það hver eru þá, ef ég ætti að velja á hvað við legðum áherslu næstu 15-20 árin, hvar við ættum að forgangsraða, að þá svona tvennt sem að liggur á mínu hjarta og ég held að sé mjög mikilvægt. Ég ekki vön að vinna í stjórnsýslu þjóðkirkjunnar sem slíkar og mjög meðvituð að það eru margir angar í stofnun sem þjóðkirkju og ég ekki embættismaður innan hennar, ég kennari í Háskóla Íslands og voru mikið bara svona kennslukona. En ef að þessi tvö mál eða svið eða hvað það sem ég myndi vilja við tækjum höndum saman og gerðum að forgangsverkefni, það þetta sem að Jesús gerði. Það að einbeita sér á fáum, búa til rækta, efla, þjóna og næra þessa smáu hópa sem að hittast og lesa í Biblíunni, sem hittast og læra saman af því að þá ég að reyna að rökstyðja það aðeins. Jesús kenndi okkur markmiðið ætti alltaf að vera að fjölga lærisveinum því að þá vex kirkjan. En ef við vinnum aðalega að því að viðhalda kirkjunni, þá fáum við fáa lærisveina. Það kannski stóri lærdómur mannkynssögunnar, ég veit ekki hvað kirkjusögu sérfræðingur segir við svona. En ef við hugsum daga Jesú, þá setti hann ekki allt sitt afl og krafta í að vera á stórsamkomum. Hann mjög mikið einbeitti sér að sínum 12. Og erindi Jesú var persónulegt og ef ég fer ekki rangt bara stórlega með þá held ég geti sagt að Jesús
var síður að ávarpa stofnanir eða kerfi, hann höfðaði frekar til einstaklinga og þessa fólks sem að mótar samfélagið hverju sinni, fólkið sem að stendur undir stofnununum og fólkið sem stendur undir hugmyndafræðinni. Og þá kannski spyr ykkur, býtu, og hvað hefur þá að gera? Komdu nú bara með það. Ég hef það ekkert, auðvitað ekki, af því ég er bara fólk. En við þurfum að byrja, við getum bara að byrja einhvers staðar og við eigum að byrja, eða ekki byrja, við erum ekki að byrja, það er 2020. Höldum áfram í auðmýkt, lærum saman og sköpum vettvang. Og vettvangurinn sem að við sköpum fólki þarf að vera einkennast af öryggi og hlýju og þá snýst svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, hópastarf ferðalagi sjálft, ekki endastaðinn. Af því við ætlum að vera í þessu saman og við ætlum að mæta því sem höndum ber en með Jesú við stjórntaumana. Og þannig að ég sé fyrir mér þunga áherslu á að næra og efla smá hópa starf sem að beina sjónum sínum að Jesú og því sem hann sagði. En ég er líka með stórt æskulýðshjarta að því að ég hef lagt því mikið lið á ýmiss konar hátt og það hefur náttúrulega breyst eftir því sem að ég hef elst að ég er miðaldra núna. Og ég hugsa að því að ég lifi og starfa í þéttbýli þó ég hafi reynslu líka af smærri stöðum en ef ég hugsa í hvað kirkjan getur, vill og langar að setja í forgrunn í kirkjustarfi í þéttbýli þar sem að margir saman, hvernig hvaða stuðning og leiðsögn getur þá kirkjan veitt æskulýðsstarfi til þess að styrkja það? Við sjáum núna, það er nóg að heimsækja heimasíður og Facebook-síður ýmissa kirkna í þéttbýli. Ég er búin að gera dálítið að því á höfuðborgarsvæðinu núna í aðdraganda þessar komu minnar og það sem þar kemur fram auðvitað vísbending þessa starf sem á sér stað og það virðist víða vera næstum því ekkert. Það er ofboðslega mikið af góðu starfi unnið í kirkjum en ég er að hugsi hvernig við höldum á lofti æskulýðsstarfi og hvernig við eflum ungt fólk til þess að standa fyrir æskulýðsstarfi vegna þess að það er ekki við miðaldra sem að stöndum í framlínu þar þó að við stöndum sem bakland þeirra sem að reka það. Og ég velti fyrir mig núna bara á þessu misseri hvaða leiðsögn fá til dæmis guðfræðinemar til að veita æskulýðsstarfi forystu. Hvaða þjálfun fá þau? Eru þau í vettvangsnámi eins og ég þekki í kennaranámi í mínum starfi? Fá þau kennslu í leiðsögn og aðstæða til þess að fara bókstaflega í vettvangsnám í æskulýðsstarfi sem að er öflugt og gott þannig að þau fáið að prófa af því að dýrmætasta reynslan er ekki bara að læra heldur fara að taka þátt og prófa. Og ég í þessu samhengi velti fyrir mér hverjir eru það í kirkjónum okkar sem taka ákvarðanir æskulýðsstarfið. Það er mjög mikið af góðu fólki sem að raunverulega heldur utan þræðina í kirkjónum en hvílir æskulýðsstarf á þeirra herðum? Á það stórt rými í þeirra hjarta? Hverjir ráða ferðinni? Geta einstakar sóknir eða kirkjur, hvaða orð við notum í dag, komast þær upp með að vera ekki með æskulýðsstarf? Mér finnst bara gagnlegt að velta þessar spurningu fyrir mér. En ef ég fer aðeins yfir í kennslu konu gírinn, bara smá. Hvað þýðir þetta að reyna að beina sjónum að innra starfinu
samfélagi fólks og tengslum fólks, þar sem að traustið skapast, efla biblíulestur, samtal og samfélag, bænastarf og ef að það hérna aðeins hjá mér og svo hinum megin þetta að styrkja og efla æskulistarf og efla þá sem vilja vera leiðtogar, ekki stjórnendur, heldur leiðtogar í æskulistarfi. Hvað þýðir þetta? Hvernig eflum við slíkt? Og þá segi ég ekki hvernig allir þið á biskupsstofu efla það, heldur hvernig gerum við það, fólkið í landinu, við sem erum kristin. Ég fer víðsvegar í messu. Ég fer ekki bara alltaf á einn stað og ég hef ekki komist hjá því að koma í messu og upplifa það að ég hafi orðið fyrir henni. Þetta er ekki mjög illa meint, en maður kemur og það er svo mikið flott prógram og jafnvel tóntegundin á söngnum er þannig að almenn söngrödd á ekki séns. Og hvað þýðir það, Ég kem í messu að því ég vil geta tekið þátt í henni og það er náttúrulega algengast fyrst og fremst í gegnum söng. Erum við flink að hafa messurnar þannig úr garði gerðar að við upplifum að við tökum þátt og pínlítið fáum þá svona það sem að kalla eignahald í því sem að gerast. Fyrir mér skiptir þetta máli, kannski bara ekki, skiptir þetta ekki máli fyrir öðrum, en ég er hér að reyna að minna á að kirkjustarf snýst tengsl við fólk og að því þessi tengsl eru forsenda samfélagsins og kirkja er samfélag. Þannig ef ég horfi fram á 15-20 ár og Halldór talaði stefnumótun, að þá bara velti ég inn þeirri hugsun hvernig setjum við sjónir meira á þetta kjarnastarf og þá leiðsögn sem við þykjum beint frá Jesú Kristi og hans fordæmi. Vinna með fáum, ég hef náttúrulega áhuga á æskulistarfi, það er algjör fyrirmynd hvernig margar kirkjur sinna öldruðum, það er bara dásamlegt, það er mikilvægt. En ég horfði aðeins á þessar námsleiðir eða hvernig Jesús kenndi og hann gerði það eiginlega í góðri bók sem ég var að lesa, hún talar þrenns konar leiðir og þeir segja að Jesús hafi í raun og verið notað þrenns konar kennsluaðferðir. Við getum kallað það. Og það er þetta að vera með stóru hugmyndirnar og skora á okkar viðteknu hugsun og venjur og það sem okkur þykir sjálfsagt og við þurfum að ræða þessar stóru hugmyndir og jafnvel bara leggja á borðið okkar skilning sem er mögulega misskilningur í annarra manna hugum. Ræðum stóru myndin og stóru spurningarnar. Lærum svo saman með því að ígrunda, það kallað á ensku refleksjón. Við erum bara að eiga samtal og tala saman vegna þess að leið og ég segi eitthvað og heyri svo eitthvað frá þér að þá fer ég að hugsa og kveikna nýjar hugmyndir. Við erum nefnilega samskiptaverur. Þó að ýmislegt í samtöfunum bendi til þess að við séum verur á bak við tölvuskjá, en það er ekki nóg. Það nærir okkur ekki eins og samskipti augliti til auglitis. Jesús gerði þetta óspart, hann notaði samskipti. Hann setti lærisveinana sína í svona hálfgerðar námstellingar og svaraði mjög gjarnan með spurningum. Ef við rennum yfir Guðspjöllin, þá er alveg aragrúa spurningu sem Jesús spyr. Hann svarar mjög fáum. Það er kannski pólitískt trikk, en við getum haft skoðun á því. En bjóðum líka upp á það sem að menntavístin kallar reynslunám, þáttökunám, drögum fólk inn til þess að koma að taka þátt í því sem það hefur áhuga á, en við erum ekki með þessi stóru fyrirfram tilbúnu pakka sem þið getur komað að tekið þátt í ef þið nennið.
það bara slítur út starfsfólki kirknanna. Við eigum að reyna að leyfa fólki að koma að prófa, upplifa og svolítið fylgja því sem Jesús sagði. Hann boðaði það að við ættum ekki bara að vinna með minnumáttar eða tala við þá. Hann fór og gerði og lærisveinarnir, hann tók lærisveinarna með sér og þeir upplifðu þetta sem hann var að gera. Ekki bara að tala heldur líka að gera. Og þetta svona það sem að þessir tvenns konar þangar, smáhópastarf með fókus á samfélag hvað Jesús gerði og kenndi okkur og svo æskulistarfið sem að ég brenn fyrir. Ég veit að alls ekki lausn fyrir stefnumótun, en ef að þetta gæti komist inn í stefnu kirkjunar, verklag og áherslur, þá eru margir til í að taka þátt. Er þetta ekki bara ágætt í bili? Já, klappiði fyrir því. Já. Já, þú vilt ekki bara Að vera hér. Vera hérna til hliðar við mig, Auður mín. Já, takk fyrir þetta og takk fyrir svona bara, hvað ég segja, spjallbeint frá hjartanu. Smáhópar, kirkjurnar byrjuðu náttúrulega þannig. Kristnu samfélög voru bara heimileg samfélög og ég veit ekki hvort að menn í fornöld voru mikið æskulistarfi, þetta var eitthvað sem áttu þetta við alla. En takk fyrir það. Nú sem sagt orðið frjálst og þið eru náttúrulega hokin á alls konar reynslu og þekkingu og skoðunum. Gjörðu svo vel. Ég ætla ekki að vera einn hér til að tjá mig fyrir utan Auði, sko, en hvað segir þið þín? Agnes, gjörðu svo vel. Vera hér út á myndavilni, sko. Já. Já, komið sæl. Takk fyrir þinn fyrirlestur hér þetta og það er alltaf gott að fá svona fólk sem að maður hittir ekki daglega og er ekki að vinna með, því að það er nú eitt af því sem að er sagt okkur í kirkjunni að við séum undan hvert öðru og við tölum bara við hvert annað og það sé akkillesarhæll kirkjunar. Þess vegna er gott að fá fleiri inn og tala og ég lít nú svo á að hvort sem við erum að vinna fyrir þjóðkirkjuna, KFM eða einhverja aðra, þá erum við öll á sama báti, þannig að séð að við viljum veg kristninnar sem mestan og bestan í landinu og það okkur hefur kannski skort svolítið svona þekkingu á svona fræðum eins og kennslufræði og svona, hvernig við komum frá okkur hlutunum. Það er ekki margir, sko, allavega ekki mín kynslóð sem að fekk þjálfun í því, en hins vegar nema þá að maður átt að taka þátt í barnastarfi og fermingastarfi og einhverju einn vetur hjá einhverjum presti út í feltinu. Og þannig er það ennþá að guðfræðinemar eru sem sagt út í söfnuðum og læra og það er einmitt mjög nauðsynlegt, sko. Og mér datt í hug þegar þú talaðir þessa reynsluna, sko, að þjálfa sig þannig að það er eitt sem er verið að gera núna í kirkjunni, það er þetta Message Church sem eins og ég hef skilið, er svolítið svona að fólki sjálft er að búa til messuna. Þessi messuhópar? Nei, þetta er bara að þú bara auglýsir Message Church og þá bara koma einhverjar á göttunni eða hvaðan sem þau koma og þá geta þeir tekið þátt í eins og ég hef ekki tekið þátt í svona, það var svona í Háteigskirkju til dæmis núna eitthvað tíman í öðru hverjum megin við áramótin, ég man ekki hvort heldur og þar var sko fólk að búa til skírnaskálina, búa til allt mögulegt sem það var notað í messunni, sko. Þannig að þetta er svona öðruvísi nálgun einmitt með beinni þáttöku og þetta held ég hlýtur að hafa einhvern áhrif á þann sem að kemur. Já. Og svo mögum við náttúrulega ekki vanmeta heilagan anda eins og ég segi stundum að ég hef fulla trú á heilagum anda sem
sem að sko gerir ótrúlega hluti og af því að maður er trúar þá dettur mann í huga að þetta sé heilagur andaverki. Því það er svo ótrúlegt sumt sem að maður kannski finnst vera tilviljun eða eitthvað slíkt en byrja af hverju og hvers vegna. Þá segir trú mín, þetta er heilagur andi sem fer á undan og hjálpar þannig að þetta komist í gegn. En ég er svo mikið af því ég er hér inni þá er ég svolítið mikið í skipulagi og stjórnsýslu og allir svona sko. En þetta sem þú ert að tala það, við megum ekki gleyma því og við þurfum að leggja mikla áherslu á það einmitt að fleiri komist til þjálfunar og starfa innan kirkjunar. Þannig heldur hún áfram og sumir halda kirkjan degi núna á næstunni en ég veist að kórónuveirunni er fyrr, hún er búin að lifa núna í 2000 ár og það er ekkert sem segir okkur að sinna einn breyting. Það hefur alltaf verið þannig í kirkjusögunni. Nú ætla ég bara fullir það fyrir framar prófessorinn í kirkjusögu að það hafa verið svona gengið á ýmsu í kirkjunni og komið tímabil sem eru góð og slæm og allt þetta. Þannig að við skulum bara vera bjartsýn á framtíðina en jafnframt að læra af hvert öðru og vanda okkur. Takk. Ég hef enga spurningu sérstaklega. Já, gjörðu þessu vel. Hreinn Hákonarson. Já, þakka þér fyrir Auður, athyglisvert framlag. Það sem ég ætla að spyrja þig er þetta. Það er oft sagt að stysta leið milli fólks sé saga, frásögn. Og nú er kristin trú í raun og veru ein stór frásögn, saga, sem er sögð með ýmsum hætti í þeirri bók sem kristin trú byggir á og heitir Biblía. Og nú vitum við það, og þú sem fulltrúi frá menntavísindasviði, að lestri og lesskilningi og menningarlæsi hefur farið dálítið aftur. Og í skólunum hefur til að mynda kristinfræðsla tekið frekar kipp aftur á bak og það er dálítið óljós hvað er verið að ég held, hvað er verið að gera í skólakerfinu í sambandi við það sem að kalla í gamla daga bara biblíusögur, þar að segja að koma frásögnin áfram. Auðvitað sér maður það í æskulýðsstarfi kirkna hvernig reyndir að koma þessari frásögn áfram í bæði mæltu máli og söng og líka í myndmáli. En spurningin er þessi, þurfum við að leggja meiri áherslu á að fólk, ungt og gamalt, lesi frásögnina, þessa miklu frásögn. Ég er ekki að segja að fara að opna Biblíuna endur að lesa hana, heldur í parafrasin orðunum. Í gamla daga var til nokkuð sem heit Biblíukjarni og Biblíusögur og fleira, til þess að vera meðvituð það, hvað þessi saga snýst. Já, ég held að þetta sé spurningin. Já. Og þá er stuttasvarið, já. Ef þið myndið spurninguna. Sko, ég er nefnilega búin að stúdera læsi. Aðalega náttúrufræðilæsi og ég er mjög vel inn í öllu sem heitir svona alþjóðleg próf eins og PISA og allt það. Og það er rétt, við eigum gögn sem sýna það að orðaforði og lesskilningur íslenskra 15 ára krakka, honum hefur hrakað. Við vitum, bara við sem þekkjum námskrá, að biblíusögur er ekki áhersluatriði í íslenskri námskrá í íslensku grunnskólum.
í þessu ljósi þá er það ekkert óeðlilegt að við sem að rekum við í KFUM og KFUK, við rekum gríðarlega öflugt sumarbúðastarf á Íslandi og við þjálfum, kennum og leyfum þeim að prófa í beinu verknámi íslenskum ungmennum að vera leiðtogar í þessu starfi. Þau fara í gegnum kennslu hjá okkur yfir vetratíman, fara og æfa sig í æskulistarfinu og svo þegar eftir að þau eru orðin 18 geta þau fengið að vera leiðtogar í sumarstarfinu og reyndar líka vetrastarfinu. Við finnum fyrir því mjög skýrt að þau þekkja ekki það sem við myndum kalla á okkar kynslóð þessar grunnbiblíusögur eða grunnboðskap og hafa ekki ýmiss konar menningar skilning að því að kristin trú er svo samofin íslenskri menningu. Það er bara staðreynd og við erum búin að vita þetta dálítið lengi. En hvað gerum við þá? Það verður ekkert þannig að biblíusögur á íslensku verða kenndar í íslensku skólastarfi. Það verður ekkert. Það verður áfram þessi áhersla á kristinfræði og trúarbragðafræði þar sem að krakkarnir læra önnur trúarbrögð og spegla það við kristna trú til þess að bera saman. En biblíusögurnar eru út og ég á ekki vona á því ef að ég bara reyna að spegla menntunarkreðsuna sem að ég veit að hefur áhrif á gerði námskrár. Þess vegna er meira áríðandi en nokkru sinni að við hittumst og lesum, hvort sem það eru orðaðir textar, að við lesum þessar sögur. Náttúrulega við lesum fyrir krakkana en við þurfum að skapa vettvang í fullorðisstarfi þar sem að, ég hef tekið þátt í slíkt sjálf, þar sem við hittumst úti í almannarýminu og ræðum okkar hugsanir út frá annars vegar ykkur svona skipulagi og svo líka það sem að einu sinni hétu og kannski heita en biblíuleshópar eða fólk hittist bara í kirkjunum og les biblíuna eða orðaðan texta vegna þess að við þurfum að lesa, við þurfum að heyra orðið til að vita hvað það hefur fram að færa. Þannig að já, það þarf að fara fram lestur en það þarf líka að fara fram samtal og þá er ég ekki að tala endilega einhverja djúpa guðfræðilega rýni í þessa texta, heldur lesum sögurnar og ræðum saman hvað það segja okkur eða hvað það kenna okkur. Ég held að það sé mikilvægt. Þannig að þetta var langa svarið, já, við þurfum að lesa. Það skiptir miklu máli, en leiðin að því er samfélag, samtal. Við þurfum að skapa vettvang sem að ungu fólki og eldra fólki finnst eftirsóknarvert að koma og taka þátt í, sem það upplifir ekki þannig að þú réttir fram litlafingurinn og þá er klippt af við öxl. Það hefur bara dálítið hrjáð okkur í sjálfboðlega starfi að við erum svo fljóta að gleypa þá sem eru pínlítið viljugir. Þannig að þetta þarf að gerast á svona, einhver myndi kalla það lífrænan hátt, veist það snúið orðalag, en það þarf að vera reka sig sjálft þó að einhver komið því af stað eða styðji það af stað. Ég veit ekki hvort þið tengið. En ég held að sé varasamt að við, hvort sem að við heitum kristileg félagasamtök eða kirkja sem stofnun, að við séum að búa til ykkur prógram og bjóðum fólki mjög mikið að koma í þau prógram og náttúrulega þessi opbáslegi miskilningur sem að hrjáða okkur á tímabili að fullorðna fólki sé að búa til prógram fyrir unga fólkið. Nei, virkar ekki. Það þarf að vera unga fólkið sem að er með puttan á púlsinum, sem að heldur utanum æskulistarfið. En við hin eigum að standa þétt við bakið og veita leiðsögn og forystu hjá þeim sem eru í framvarðasveit æskulistarfsins. Og ég vissi það alveg að því að Agnes benti á það að guðfræðinemar fara auðvitað út á vettvang og fá að vinna í kirkjustarfi. Eina, önn eða tvær, ég veit ekki hvernig því nákvæmlega skipulagið er í dag. En mín pæling er meira að þau fái bókstaflega þjálfun í, kennslu og þjálfun í með markvissri endurgjöf og jafnvel kennslufræðilegri leiðsögn nálgun í æskulistarfi.
Að því ég gæti verið guðfræðinemi og komið í kirkju og það er kannski bara æskulistarf sem er ekki alveg í blóma. Þannig að ég ætti frekar þá að fara sér guðfræðinemi í æskulistarf í mitt vettvangsnám þar sem er fjölbreytt og ýmislegt. Þannig ég læri af því sem vel er gert. Þetta er sáttur, Hreinn? Það er frábært. Jæja. Gjörðu þið svo vel. Hjalti? Ég þakka erindið. Ég hafði svolítið gaman að því, Auður, hvað þú lagði mikla áherslu á starf í smáum hópum og það vaknaði hjá mér spurningin á kirkjan einhvern annan kost í dag. Ég meina, er ekki allt kirkjustarf í smáum hópum? Það er kannski 1 eða 2, 3 kirkjur á landsvísu sem eru með einhvern svona stóran söfnuð í guðstjónustu en það sem ég kem, það var þetta nú yfirleitt mjög litlir hópar. En spurningin er hvort að formið, starfsaðferðin, miðar alltaf að stórum hópum. Það er að segja hvort að sé þarna orðin, ég var að segja ákveðin árekstur milli þess sem ég kalla nú oft í minni kennslu raunmynd og ímynd. Það er að segja þess sem við vildum hafa og þess sem er. Sem sagt, ég held að það er alveg á rétt að standa þarna og þarna sé þá kannski ekki endilega það að ræða að fara að þróa eitthvað alveg nýtt umhverfi, heldur bara beita réttum aðferðum á umhverfið sem er til staðar núna. Annað atriði sem ég ætlaði að staldra við, það er ekki sem sagt neitt í því sem þú sagðir, maður síður sé, það var kannski frekar í innleggi Hreins að þar fannst mér ég skynja svona undir tón, þetta var nú ekkert í, þú sagðir þetta ekkert beinlínis Hreinn, ég er að lesa inn í það sem þú sagðir og gefa mér einhverja undirtóna sem er voðalega þekktur í kirkjunni, það er að segja að biblíusögurnar séu horfnar og það sé vegna einhvers illvilja, hörnunar eða afturfarar, vanrækslu eða mistaka í skólakerfinu. En það vill svo til að þetta er gert á grundvelli alveg markaðrar stefnu sem að farið var inn á svo snemma sem 1907, haldið áfram 1926 og hefur síðan verið stefna í menntakerfinu allar götur þangað til í dag. Og þetta er að vera eðlileg raunhæf lýðræðisleg stefna í samfélagi á borð við það sem sagt við lifum í. Það er ekki þetta að reka öðruvísi skólastefnu hér heldur nema þá bara að opna fyrir einkaskóla sem að geta sett sér sínar námskrár sjálfur og það er ekki leið sem að ég myndi mæla með. Þannig að ég held að það sé mikilvægt sem að líka kom fram hjá þér Auður fannst mér að þarna er vissulega vegna markaðra stefnu ákveði gat en það vill svo vel til að það er bara starfandi stór og mikil stofnun sem ætlað er að fylla í gatið. Hver skyldi hún vera? Já. Sko, takk fyrir þetta Hjalti, þegar ég er að tala um smáa hópa, þá er ég að tala um 2-4. Ég er nefnilega ekki að tala um 10-20. Ég er að tala um þessa kjarnastarfsemi sem að, kjarnastarfsemi, ég hljóp með svo viðskiptafræðingur. Ég er nú að tala um samfélag fárra og alveg svona fárra að í hverri kirkju ættu helst að vera margir mjög smáir hópar. Þannig að það sé, sjónum sé beint að samfélagi fólks orð Jesú Krists. Svo er allt annað viðbótar félagsstarf fínt. Hvort sem það heitir að spila á spil eða prjóna saman eða fá góða gesti og læra eitthvað áhugavert og skemmtilegt. En ég er hugsi yfir bara þessari tættu veröld sem að við lifum í
og margir nota orðið núvindut, aðrir tala íhugunar tíma og eitthvað slíkt, en ég held að ef að við hjálpust að við að skapa aðstæður fyrir smáahópa, þar sem fólk á samfélag, þar sem það talar bara saman sína eigin reynslu, upplifun og það sem maður getur lært af Jesú Kristi. Mér finnst kannski sáfókus vera það sem að ég legg í púkið, sko. En hvað skólakerfið, hvaða þjónustu hlutverki það á að veita, ég held að bara eins og þú ert að segja, beint og óbeint Hjalti, við bara lifum á tímum fjölmenningar og við getum haft alls konar skoðanir á því hvert sé hlutverk skólakerfisins, en að því að ég var í unglingadeild á sínum tíma, þar sem að var einu sinni í viku biblíufræðsla og tíminn hófst með bæn og því sem að því tilheyrði, og verandi þá búin að taka afstöðu með Jesú sem leiðtoga lífs míns, fannst mér mjög skrítið að færi fram bara bókstaflega boðun í skólanum. Mér fannst ekki vera vettvangurinn fyrir það. En mér finnst kirkjan eigi að vera vettvangur fyrir boðun og gera þau tilboð sýnileg og aðgengileg, ekki bara fyrir fullorðið fólk sem miðaldra og hefur orðið mikinn tíma. Ég mjög hugsi yfir til dæmis því sem að, það kannski bara því ég skil það ekki og hef ekki lagt mig fram að skilja það, en það sem hefur verið að gerast í til dæmis sameiningu kirkna, og þeir eru fljóta að googla mig bara og viti hvar ég bý, en að taka eftir því að það bókstaflega búið að leggja niður æskulistarf í minni kirkju fyrir unglingana í mínu nágrenni, að því að það var flutt í hina kirkjuna, og ég velti fyrir mér eigandi unga frænku sem að fara að fermast, og hvað þýðir þetta fyrir alla unglingana í hverfinu? Þau geta alveg farið eitthvað annað í einhver aðra kirkju til að sækja æskulistarf eða unglingastarf, ekki þeim dettur ekki í huga því það ekki svo sem haldið af þeim. En skiljið, það alls konar svona sem ég velti fyrir mér, hvar við náum til æskunar, eða á kirkjan bara eldast og deyja út með okkur, eða það alls konar hugsanir sem að leita á mig í þessu samhengi, og líka þetta að ég tilheyri nú stærstu kristilegu frjálsu æskulíssamtökum landsins, ég náttúrulega í þjóðkirkjunni, en ég eins og ég sagði áðan, hluti af starfi KFUM og KFUK á Íslandi, og ég geti talið upp nokkur skemmtileg dæmi þar sem að kirkjan og KFUM og K eru saman í að reka æskulísstarf. Það sem verið að nýta styrkleika beggja. Þannig að það kannski meiri áhersla á að gerum það sem við erum góð í og leggjum saman í púkið. Getur verið okkur vandi meiri svona hugsun? Veltu því fyrir okkur að erum við í samkeppni, eða skiljið, við eigum bara að hugsa þetta og við eigum að tala saman það. Ég tala ekki þegar að kemur að mögulegri næstu stefnumótun. Gera það sem við erum góð í og vinnum saman. Það geta allt smart. Þrettán eins og sápangóða sem okkar kynslóð orðst upp við. Það segir okkur tíminn að vera búinn. Við endum alltaf á slaginu 13:15, en bara kæra þakkir fyrir auður að minna okkur á mikilvægi smára hópa og æskulísstarfs og hvað það getur gert í okkar kirkjulegu starfi. En takk fyrir, og þá þetta bara búið hjá okkur.